Nytjamarkaður og fataverslun Héraðs- og Borgarfjarðardeildar Rauða krossins merkilegur rekstur. Síðan Rauði krossinn flutti í núverandi húsnæði sem hýsti áður meðal annars verslun og skóa hefur verið stækkað þrisvar í skrefum, en fyrst var aðeins fatamarkaðurinn á neðri hæðinni. Í dag hins vegar Rauði krossinn með mest allt húsið. En nóg að gera hjá þeim? Það flest alla daga bara mikið að gera. Við höfum opið 4 daga í viku, 2 tíma í einu. Og það alltaf misjafnt eftir dögum. Laugardagarnir eru fjölmennastir því að þá eru menn að koma niðan að fjörðum líka. Og það alltaf stöðugt rennir í bæði af náttúrulega hlutum og fólki. Og við eigum alveg fullt af fastakúnnum, alveg íslenska og erlenda. Hvað verður tekjurnar sem skapast? Meiri parturinn af þeim fer hér á svæðið. Í fyrra þá fóru 15% af tekjunum fóru í hjálparstarf erlendis og restin fór hér í verkefni hérna. Við erum með neyðarvarnirnar og skyndihjálpin. Við gefum skyndihjálparnámskeið í alla 10. bekkina á Héraði og niður á Borgarfirði. Við erum með börn og umhverfi þegar það er næg þátttaka í það. Það höfum við gefið líka. Við erum styrkjum geðmálin. Höfum verið að borga fyrirlesara og flug og gistingu uppihald. Og það til dæmis áætlað í október geðræktarhelgi sem við komum til með að styrkja með fyrirlesurum. Síðan erum við með nýtt verkefni sem heitir Ökuvinir. Þá förum við niður á hjúkrunarheimili í Dyngju og bjóðum heimilismönnum á rúndinn. Algjörlega frábært að geta gert góð kaup og í leiðinni styrkt öll þessi góðu málefni sem Málfríður nefndi. Verslunin algjörlega mönnuð á sjálfboðaliðum að undanskildum verslunarstjóranum henni Bríeti Birgisdóttur sem ásamt þeim heldur verslununum gangandi. Það margt sem þarf að huga í rekstrinum, til dæmis að flokka fötin, fara yfir að það sem sett fram sé í lagi og virki, verðmerkja, þrífa og svo mætti lengi halda áfram. Þá erum við komin hérna að baksviðs. Hvað fer fram hér? Hér kemur allt, þegar fólk að koma með hluti hérna, þá kemur það með allt tekið inn hér og hér það flokkað og farið yfir og svona raðað upp í hillur svona aðeins sortirað. Það reynt að fara yfir allt sem hægt að fara yfir. Rafmagnstæki og spil og púsl og farið yfir diska og Sér eru byrjað saman jóladótið hérna? Jóladótið öllu safnað í kassa, svo það bara sett fram í nóvember. Já, þau eru mörg handtökin í kringum verslanirnar. Úrvalið mikið, verðið gott og nytjamarkaðurinn kjörinn fyrir lestrahesta, en bækurnar eru margar og fæstar verðmerktar, heldur tekið við frjálsum framlögum fyrir þær. Eitt af því sem við tókum eftir var hversu mörg börn voru á staðnum, en á efri hæðinni sérstakt leikfangahorn. Þetta uppáhaldsbúðið þeirra. Uppáhaldsbúðin þeirra. Okay. Og þeim finnst líka rosalega gaman að koma og skila dótið til okkar. Já, og fá nýtt í staðinn. Þannig að þetta mikil endurnýting. Þá það neðri hæðin. Og hér hvað? Hér fatabúðin. Og alveg af nógu að taka. Algengt að fólk komi við í báðum búðum þegar það kemur til ykkar? Það alveg heilmikið það. Í flestum tilfellum bara. Já. Og hvaðan koma fötin sem eru hérna? Þetta kemur mestuleyti sunnan. Við sendum það sem kemur í gámanni hér, sendum við suður að hluta. Við getum flokkað eitthvað. Og við tökum barnaföt svona upp að 5 ára hingað. Okay. Bæði til að setja í búðina og síðan í föt sem framlag. Þannig að í rauninni fötin sem skila til Rauða krossins fara bara í einhvern pott og svo dreift út allt land? Já, í rauninni það þannig. Það þarf varla að taka fram að verslanirnar eru langstærsta fjáröflun deildarinnar, enda fjölmargir viðskiptavinir daglega. Okkur Málfríði datt í hug að fá okkur rúnt upp á gámasvæði, þar sem að vörurnar skila sér inn, en þar við hliðina má finna fyrstu verslun deildarinnar. Þetta upphafið. Þetta upphafið að öllu saman. Já, og í dag bara skilum maður ekki hvernig við gátum verið svona lengi hérna. Hvernig fóruð þið í lagi? Við bara skiljum það ekki. Þar má líka finna fatagáma deildarinnar, þar sem fólk getur skila af sér fatnaði og fengi tóma fatapóka til að fylla. En við hverju taka þau? Allt textíl. Allt textíl. Alveg sama hvernig það lítur út. Skór. Rifna buxur. Alveg nákvæmlega sama. Stakir, sokkar og... Setja það í póka og henda það hérna. Já. Fáum pening fyrir þetta allt saman. Aðkoma okkar að Rauða krossbúðinni svo að ég með lykil af henni
og leiðbeini fólki og hjálpa fólki að meta hvað á að fara inn í þessa og aðstoða við að koma dóti í þetta, í búðina sem búðin þá upp í skógum en ég með líkilvægis húsi til þess að fólk geti sett hér inn í utan opnunartíma. Eftir að skoða verslanir Rauða krossins hátt og lágt, lá þáttastjórnanda forvitna að vita hvernig væri hægt að gera sjálfboðaliði. Það hægt að koma hingað og sem sagt í rauninni skráð sig niður hjá þeim sem að vinna. Bara getur þú í rauninni skráðið niður hvað þú vilt gera, nafn og heimilisfang og þetta hefðbundna. Eða hafa samband bara við einhvern af stjórnarmeðlimunum sem að það sést inn á redcross.is inn á undir deildir hverjir eru stjórn. Já, þetta var sannarlega skemmtileg heimsókn og greinilega öflugt starf sem unnið hjá deildinni. Við hvetjum alla til að kíkja við, hvort sem það til að gera reyfara kaup eða þá til þess að bjóða fram aðstoð sína.